Við ætlum að fara aðeins yfir spána okkar fyrir 2026, búa til smá bingospjald eins og við erum búin að kalla þetta. Jeps. Fylgjast með spá fyrir hvað að fara að gerast. Ef þið eru ekki búin að hlusta á síðasta þátt, þá hann að gera upp undanfarið ár. Já. Mjög skemmtileg þáttur þó ég segi sjálfur frá. Já, við erum búin að fylgjast náttúrulega með hvernig hlutir hafa þróast seinustu árin og sjáum hvert þetta stefnir. Já. Og við ætlum svona aðeins að reyna að sjóða það niður í svona aðalatriðin og hluti sem að fólk gæti þá fylgst með og tekið eftir og sem við ætlum að fylgjast með og ég vil nefna í gegnum árið þegar að spárnar okkar rætast. Einmitt. Við erum ekki endilega að fara að svara sömu spurningunum. Nei. Við vitum ekki hvað hinn búin að spá. Þannig að við gætum verið með svolítið overlap, það væri mjög típist ef það eru einhverjar spár þarna eins hjá okkur. Ég held ekki. Ég held að ég veit náttúrulega ekkert hvað þú ert með, en ég held að mínar séu svolítið annars svið heldur en þínar. Já. Og ég ætla meira þess að ég mein mjög svona juicy hérna undir lokin sem svolítið pólitísk. Þannig að það ætla að segja frá því. Okay. En einmitt, eins og ég segi, við erum búin að fylgjast með trendum undanfarið, en eitt fyrirtæki sem hefur verið að gera það mun betur en við og mun svona kerfisbundnar en við er fyrirtæki Epoch AI, sem svona non-profit sem að rannsaka gervigreind og framfæri og spá fyrir framtíðinni svolítið og þau eru búin að vera að halda utan nokkur svona trend. Það sem að þau eru búin að mæla ákveðna hluti og eru með svona nokkrar staðreyndir sem ég ætla að deila með ykkur núna framfærir sem tengjast gervigreind. Ég skipti þessum framfærum í tvennt. Ein hliðin af þessu eru sem sagt framfarir sem eru svona á vissan hátt sjálfbærar að því leyti að þetta er eitthvað sem að mun styrkja við þróun gervigreindar án þess að verða endilega dýrara eða erfiðara með einhverjum hætti af því að til dæmis ef þú vilt tvöfalt öflugra líkan þá gætirðu splæst bara í tvöfalt meira compute og það er bara dýrara. Og það er ekkert endilega sjálfbært að auka bara alltaf kostnaðinn að því á einhverjum tímapunkti þegar þú ert búin að tvöfalda 10 sinnum að þá ertu komin bara í meira en þú hefur efna á. Meira en þú getur nokkuð tíman aflað í formi tekna eða allavega til skemmri tíma. Og þessi trend, sem ég kalla framfaratrend, það er til dæmis 35% aukning á ári í framistöðu skjákorta. Þetta er svona svolítið í takti við Moore's Law sem við höfum rætt áður þar sem að tölvur verða betri með tímanum. Og þetta er ekkert endilega út af því eins og Moore's Law sagði að þú ert komið fleiri transistora á sömu fluguna heldur hér er bara pointið, þeir finna einhverja leið til að auka framistöðu. Kannski með því að hafa mörg level af transistorum og kannski með einhverjum arkitektúrbreytingum skiptir ekki máli, tölvur eru að verða hraðari. Og það bara skila sér beint í betri líkunum, hraðari líkunum. Já, af því að þú getur þá með sama pening þjálfa enn betra líkan eða með sömu græjum, eða það er að segja jafn mörgum græjum, reiki fleiri líkun eða á einhvern hátt svona fengi meira fyrir peningin. Já, þetta er svona svipað á bara iPhone. Hann er alltaf svona cirka bát jafn dýr en verður betra á hverju ári. Akkurat. Og þetta að sjálfsögðu er að fara að vera, þú veist, hluti af þessum eldi af olíunni sem við erum að setja þannan gervigreinda eld. Svo er svolítið öðruvísi. Það er 66% aukin hagkvæmni í þjálfun, compute efficiency. Það er að segja að hér eru sérfræðingar að finna leiðir til þess að nýta sömu tölvu betur. Þannig að eftir ár þá gætirðu nýtt í rauninni nærði þrefalt betur sömu tölvu í þjálfun og nýju líkani. Mér finnst þetta reynda fáránlega hátt, 66% aukning á ári í betri nýtingu og þetta er það á marga vegu. Þannig að við ættum að geta fengið jafn góða gervigreind fyrir 1/3 af kostnaðinum eftir ár. Svo er þriðji faktorinn og það er RAM-stærð. Stærð á random access memory eða á minninu á tölvunni. Vinnsluminninu. Já, vinnsluminni. Og það sem er svolítið sérstakt við þetta er að þetta er bara að aukast 20% á ári. Og þarna verður smá svona togstreita þegar eitt er að aukast, það er að segja afköstin á þessum skjákostum er að aukast 35% en þetta bara 20%, þá verður þetta flöskuhálsinn. Og það sem er búið í gangi núna upp á síðkastið og það hefur að fylgjast með í fréttunum er að RAM eða svona vinnsluminni er að verða ógeðslega dýrt. Já. Af því að núna eru þessi tæknirisar að fatta bara, heyrðu, okkur mun vanta þetta áður en okkur vantar hitt. Þannig þeir bara eru svolítið að gleypa alla byrðir sem eru af þessu og þetta keyrir verðið fyrir neytendur sem eru bara að reyna að kaupa sér tölvur. Ég var að sjá að það er hægt að kaupa 2 RAM sticks sem er held ég 64 GB sem ég keypti á sínu tíma fyrir 60.000 kall. Það er hægt að kaupa það fyrir jafn mikið í dag og nýja MacBook Air. Einmitt.
bara veisluvinni. Já, ég sá mím á Instagram í gær þar sem það var að segja, það var sett árið 2027 og Nvidia er búið að senda drópsvélmennin heim til mín til þess að sækja ramið úr gömlu fartölunum minni. Já, einmitt. Þetta er ótrúlega falleg framtíða sviðsmynd. Og þetta er mín spá fyrir 2020. Nei, ok, en þetta er svona þessi nokkur svona framfara trend. Já. Það sem að þetta er allt saman mjög obviously að fara að stuðla að betri gervigreind. Hinn trendin eru það sem ég kalla eyðslutrend. Okay. Þau eru ekki eins sjálfbær og þetta er bara merki aukna samkeppni eða bara svona allir að verða svolítið fanatískir að vilja fá þessa öflugri gervigreind strax. Til dæmis, þrátt fyrir að tölvur eru ekki að verða svo hratt betri, að þá er verið að nota 5 sinnum meira reikniafl til að þjálfa alltaf nýja besta líkanið á hverju ári. Þannig 5 sinnum aukninga ári í reikniafli, en það er ekki 5 sinnum aukninga ári í reiknigetu, sem þýðir að þeir eru bara að kaupa fleiri tölvur. Já. Og þú getur ekki gert þetta endalaust. Ef þú ætlar alltaf að reyna að halda þessum 5 sinnum vexti áfram, að þá verður þetta bara ógeðslega dýrt, að þú ert að kaupa svo ógeðslega margar tölvur. Já. Og svo 3,5x aukning í kostnaði á ári fyrir bestu líkon. Sem þýðir að, einmitt, þú getur heldur ekki haldið þessa endalaust áfram. Það er ekki 350% verðbólga og þeir í rauninni að halda sama kostnaði. Þeir eru þarna að eyða miklu meiri pening á hverju ári. Já. Og þetta er veldisvöxtur, eða ekki? Jú, að þeir eru margfalda. Ef þú tvöfaldar á hverju ári, þá ertu mjög fljótlega komin í bara... Já, af því að þeir þurfa að berjast ekki bara við sig ári 1 heldur sig í fyrra, sko. Já, af því að og þetta eru trend sem eru ekki líklega til að halda áfram. Af því að ef þú til dæmis ætlar að eyða 3,5 sinnum meira á ári af pening, þá á einhverjum tímapunkti ertu að eyða meira heldur en bara allur peningur jarðar. Já. Þannig að það mjög obviously á einhverjum tímapunkti þurfa þessi trend að stoppa. Svo 2,5 sinnum meiri peningi eitt í hardware, 2,4 sinnum meiri orku eitt í þjálfun, það er ekki 2,5 sinnum aukning í orku framleiðslu á jörðinni á hverju ári, þá er ég geggjað að það væri en klárlega ekki, og svo 3,5 sinnum meiri gögn til að þjálfa. Og bara ef við fókusum á þennan gagnafaktor, að þá er þetta ekki eitthvað sem getur haldið áfram. Við erum ekki að auka heildarmagn af gögnum á internetinu þetta magna ári, sem þýðir að með þessu áframhaldi að þá muni þeir klára öll gögn sem almenningur hefur aðgangað árið 2028. Og segir þetta okkur þá að framundan séu bara endalausir flöskuhálsar? Það eru einhvers konar veggir og þetta er einmitt svolítið spurningum hvar ætli þessi fyrirtæki að setja niður fótinn og segja, heyrðu, þetta er nóg peningur. Og eru þau kannski einmitt núna í smá kapphlaupi þar sem að þau eru, þessi stærstu fyrirtæki, eru að reyna að eyða bara meira heldur en litlu fyrirtækin geta eytt og ef þau geta það nógu lengi þá detta litlu fyrirtækin úr keppninni. Það getur verið faktor sem er í gangi þarna og svo getur verið önnur fyrirtæki sem eru að halda sig svona aðeins aftur núna, bíða á meðan hinir að kasta milljörðum í þetta, leyfa framförunum að eiga sér stað og svo ætla að hoppa inn þegar allir slaka aðeins á með eyðsluna. En þetta er allavega trend sem eru ekki sjálfbær. Þetta er eyðslutrend versus framfaratrend. Já. Ef ég væri bara að reyna að fá minn daglega skammta kópíum akkurat núna, þá myndi ég stökkva á þetta sem þú ert að segja. Bara, þetta er ekki hægt. Þetta er ekki sjálfbært. Þetta mun ekki geta haldið áfram. Já. Þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvað raunverulega gerist í framtíðinni, hvenær lendum við á þessum veggjum, af því að það er hægt að halda áfram í smástundíu viðbót, en hvenær lendum við á þakinu. Já. En bottom line, við erum að sjá bara stigveldisvöxt á ótrúlega mörgum mismunandi sviðum, en að þau erum að spá fyrir næsta ár, ég held að ekkert sé að fara að breytast við þetta næsta ár. Ég held ekki að við sem fara að lenda vegg með eyðslu eða kostnað eða hardware eða neitt af þessu ósjálfbæru þarna og við erum klárlega ekki að lenda vegg með framfarirnar af hinu tagi. Við erum búin að kasta meiri pening í alla þessa hluti heldur en nokkuð tíman áður, þannig að ef eitthvað þá er þetta að fara að vera hraðar en nokkuð tíman áður á næsta ári. Þannig að það er mín fyrsta stóra spá er að hraði framfara er að fara að halda áfram að aukast með sömu hröðun. Það er klikkað. Það er klikkað og við höfum nú rætt það hérna í poddinu að það er nú þegar erfitt að fylgjast með, sko. Jeps, og ég held þetta að halda áfram í allavega 1 eða 2 ár, en næsta ár ég er mjög confident. Ég held að það sé bara bókamál að næsta ár verði jafn stórt ef ekki mun stærra. Já.
Þetta var svona svolítið til þess að set the scene, eins og maður segir. Ég vildi bara svona að setja þessi trend í samhengi þess sem við erum að fara að spá. Já. Þá kannski hljómum við ekki alveg eins klikkaðir með þessa spár sem við erum að fara að gera. Þegar sumar virka kannski smá out there. Vilt þú byrja með þína fyrstu spá? Ég get algjörlega hent mér í það. Ég ætlaði einmitt að koma inn á sko, það sem að mig grunar á þess að vita nokkuð veginn hvernig þinn listi er. Að ég sé með meira svona huglæga pælingar og svona bett á svona samfélagslega þætti og svoleiðis. Á meðan að ég held að þú sért, mig grunar að þú sért meira svona gagna og svona líkana. Já, ég held að mitt sé smá í blandi. Ég held að sumt, sko máli, ég vil reyna að halda spánum þannig að það sé hægt að segja ef að þeim er náð. Já. Veist, og það sé ekki eins mikið huglægt mat, en sumt er samt svona á mörkunum. Já. Mitt er eiginlega allt á mörkunum. Láttu það. Fyrsta sem að ég setti hérna inn er að Google munu vera bestir á flestum sviðum, bæði í tungumálulíkunum og öðrum gervigrindalíkunum. Og að fyrirtæki eins og OpenAI munu byrja að reyna að keppast við þau á öðrum sviðum eins og þegar kemur að fítusum og uppum og tengingum og ekosystemi. Þannig að þeir eru að fara að keppa á vöru og upplifun notandans að meðan að Google er að fara að vera með mestu gáfur. Já, og ég er ekki að segja að OpenAI hætti að þjálfa líkunna eitthvað svoleiðis, en þau finnir sér einhvern annan grundvöll. Já, smá eins og Anthropic hefur gert með að sérhæfa sig í forritun og einhverjum svona nokkrum hlutum. Þannig að þeir neyðast til að sérhæfa sig aðeins. Já, og ef ég ætti að veðja á einhvern einn stað sem OpenAI myndi sérhæfa sig, þá væri það í samvinnu og tengingum. Búa til eitthvað svona community, social dæmi, samvinnu, ChatGPT for work, eitthvað svona þar sem þú getur fengið teymið þitt inn í þetta og eitthvað svona. Ég held að það mun ekki koma í ljós endilega hvort þetta rætist fyrir við tökum á næsta ári smá svona retrospektiv þar sem við förum yfir þetta og ræðum bara svona, finnst okkur þetta passa? Og ég hlakka til að sjá hvort það verður raunin. Eins og ég segi, flest mín eru svona svolítið huglægt mat, en það er svona meira svona, þetta er að stefna í einhver ákveðna átt. En rökin eru svona náttúrulega, Google er búin að vera á leiðina að taka fram úr lengi, tóku loksins fram úr og ólíklegt að allt inn hægist á þeim. Þannig þeir verða fyrstir og eina leiðin fyrir hérna til að halda sig inni er með því að keppa á einhverju öðru. Make sense. Ég get alveg keypt það. Ég er með aðra spá Google á eftir, en hún er nógu ólík þannig ég þarf ekki að nefna hana strax. Mín næsta spá er að það mun vera þjálfað eitt mállíkan fyrir meira en $1 miljard. Áætlaður kostnaður fyrir að þjálfa Grok 4 var $480 million. Þannig þetta er meira en tvöfalt meira. Meira en tvöfalt. Og samkvæmt trendunum áðan, þar sem við vorum að tala 3,5x aukning í kostnaða ári fyrir bestu líkön, þá þýðir þetta að sennilega verða nær $2 milljörðum. Einmitt. Sennilega yfir $2 milljörðum. Þannig að þú ert að vera íhaldsamur í því spá. Já, þetta var ekstra undir 2 milljarði, en ég held að það sé nokkuð örugt að vera yfir $1 miljard. Og ég held að þetta eftir að vera fyrirsögn einhvern tímann á árinu. Og heldur við fáum gott líkan út úr þessu? Málið er alltaf að þú getur eitt tvöfalt meira í líkan og hún er ekki fótt tvöfalt betra líkan. Ég held að það verði betra en neitt annað líkan, en ég veit ekki hvort það verði nógu mikið til þess að réttlæta en aukna kostnað. Ég er ekki Grok 4 dýrasta líkan sem hefur verið þjálfað hingað til? Ég þarf ekki að fara með það, sérstaklega af því að sumir af þessum fyrirtækjum eru ekkert rosalega gagnsæi með svona kostnað. Nei, einmitt. En það er allavega... Og það er líka oft erfitt að draga draga einhvern veginn skil milli þjálfunarkostnaðs og rannsóknarkostnaðs þú veist, og ætlar að taka launakostnaða frá, ætlar að taka allan undirbúningskostnaðin út, það er erfitt að segja, en ég held að það er eftir að koma fyrirsögnum þetta, fyrsta fyrirsögnum 480 milljónir var að þessu ári, þannig að ég get nokkuð confidently haldið mig við þessa spá. Ég kaupi það. Næsta spá mín er svolítið tengd því sem ég sagði áðan með að ChatGPT og OpenAI fara að keppa á öðrum sviðum og það er að ChatGPT apps eða tengingar sem sagt við aðrar þjónustur verði mjög vinsæl og íslensk fyrirtæki munu keppast við að koma sínum appum inn í ChatGPT App Store.
Ok, þannig að þetta glænýja apps þeirra, Já. þú heldur að það veri öðruvísi heldur en með til dæmis Actions, GPTs og öðruvísi heldur en Connectors. Já. Þú heldur að þessi apps muni verið þetta breakthrough sem að þurfti? Já, ég held að apps verði klálega breakthrough sem þurfti. Það er sýnilegra inn í viðmótinu, það er einfaldara. Ég er búinn að nota þetta virkar bara mjög smooth. Og ég held að ég ætla að setja þetta í eitthvað sem við getum mælt. Ég held að á árinu 2026 munum við vera búnir að panta pítsu í gegnum ChatGPT. Ok, sko, er eitthvað að stoppa okkur frá því að gera í dag með bara agent? Nei, með ChatGPT apps. Já, með Dominos appi? Já, með Dominos eða pítsunni eða flatbökunni appi. Já, ok, let's go. Ég myndi betta Dominos. Þeir hafa verið svolítið framalega í hérna svona netþjónustu. Einmitt, og ég held að ég hugsaði það fyrst líka. Ég held að Dominos appið á Íslandi, sko. Já, kannski ættu við bara að vera góðið nágrann okkar niður á flatbökunni og græja app fyrir þá. Og hjálpa þeim að gera þetta svo við getum bara látið þessa spá þín að rætast. Þetta er svona ein leið fyrir mig til að tryggja allavega ein spá mín rætist þegar ef þetta verður ekki komið í október þá græja ég þetta. Já, geggjað. Heyrðu, en svo panta pítsu með ChatGPT apps. Já. Nice. Ég held að apps muni take off. Ég var ekki búist við þessari spá. Ekki? En sko, hér er ég með svolítið sem að ég held að þú eftir að pínu skeptískur á. Ég held að við munum fá líkan sem er sambærilega gott á Gemini 3 Pro sem er hægt að keyra á heimasmíðaðri tölvu. Þannig að þú getur byggt þér tölvuturn sem verður kannski eins og þessi sem að PewDiePie gerði með 8 skjákortum með einhverju rugli en heimatilbúin græði með consumer vörum, ekki eitthvað server greið dæmi og open source líkan sem þú getur keyrt með sambærilega mælikvarða og Gemini 3 Pro fyrir lok árs. Sko, ég er ekki það skeptískur á þetta. En þetta er sko, ég haldi að þetta er eitt af nýjustu og bestu líkonum sem tók risastökk og ég er að segja að þetta verður bara hægt að keyra innanhús eftir ár. Þetta er, sko, í fyrsta lagi vil ég segja að þetta er blautur draumur minn. Af því að það er ekkert sem ég er skemmtilegra heldur en að keyra hluti á minni eigin græju. Og náttúrulega ef að það væri hægt að gera þetta á bestu mögulegu tölvu heima. Ég get ekki lofað að þú mynd gera þetta á vinnutölunni. Nei. En það þýðir náttúrulega að þá get ég gert samt sambærilega klár líkun og eitthvað annað í dag á bara minni tölvu. Það sem ég ætlaði að segja er ég mér finnst þetta ekki ólíklegt vegna þess að það er hægt að fyrir ári síðan þá var besta líkanið sem hægt að nálgast var O1. Og það er hægt að gera þetta á betri líkunum heldur en O1 í dag. Ég held það nefnilega. Ég held að staðan í dag sé svo sama. Ég er svolítið að spegla stöðuna frá því fyrra hérna. En ég líka byggja þetta á því að open source er búið að vera það bil 6 mánuðum á eftir. Frekar consistently núna í það bil ár. Ég vil að minnka bilið ef eitthvað er. Þannig að þetta er spá sem að ég tel mig svona nokkuð confident með að... Bara smá auka spá frá mér er að ég er rosalega bjartsýnn fyrir open source á næsta ári. Og ég er náttúrulega rosa lítar að því líka því ég bara Er það að segja að þú vonar eða þú spáir? Þú spáir því sem vonar, Ég er náttúrulega eins og þú veist elska að hanga á YouTube og fylgjast með einhverju fólki að búa til að setja upp open source AI-lausnir heima hjá sér sko. Þannig að ég vona og þrái að open source verði betra og allar tölur sína fram á það. En þá ætlum ég að koma með eina svona svolítið út úr, smá pivot. Gervigreinda tónlist er að fara að taka á loft. Og spáum minn í þessi að við munum heyra fyrsta AI-lagið spilað í íslensku útvarpi. Ætlar að spáði hér og nú að Maggi Mix verði spilaður í útvarpinu með AI-lögunum sínum, af því að hann er sennilega einn reyndasti AI-tónlistarmaður landsins í dag. Ég ætla ekki að útiloka það, en það er ekki hluti af spánnum minni. Spáum minni er að við heyrum fyrsta AI-lagið spilað í íslensku útvarpi og að við munum upplifa það að fólk undir tvítugt mun ekki finnast neitt tiltökumál að það sé bara AI sem bjó til þetta lag. Þannig að þú heldur að vera svona smá menningarlegt shift að yngri kynslóðin mun segja það er ekkert að því að þetta sé gervigreind. Nei, þú veist, þau munu bara búa til playlista sem að inniheldur bara alvöru fólk og AI í bland. Alvöru 50% AI og það er bara ekkert að því. Það er bara eftir hversu gott lag þetta er.
Þannig að ég held og það sem við erum búin að vera að sjá undanfarið náttúrulega bara að AI tónlist að verða sjúklega raunveruleg. Já. En þetta mín spá, að bara AI tónlist sé eitthvað sem að að fara að taka stað. Þið eigið eftir að heyra lög á næsta árinu án þess að hafa hugmyndum að þetta sé gervigreind og koma staði eftir á. Hlakka til að sjá. Já. Þú þurfir að vera mjög fljótur að benda mér á þegar það gerist. Ertu sammála og ósammála þessu? Jú, ég get alveg keypt þetta. Og svo líka spurning sko, hvað þú kallar að spila í útvarpinu, hvort að það verði að vera endilega á Rás 1 eða Rás 2 eða Bylgjunni eða FM eða hvort þetta sé, þú veist, á einhverju svona aðeins minna vinsælli útvarpsstöð. Ég segi bara all of the above. Já, og bara á öllum stöðum. Nice. Slaka til. Bara, þetta verður að vera útvarpað í gegnum FM. Hver fær stefgjöldin? Það er nefnilega eitthvað sem fólk þarf að finna út úr. Og þetta er eitthvað sem Spotify að klóra sér í hausnum. Munu útvarpsstöðarna geta gert þetta á meðan þetta er óljóst. Það er nefnilega góð spurning líka. Og þetta er eitthvað sem ég veit að Spotify að klóra sér í hausnum með. Og þeir bara, nei, við neyðumst til að taka allan hagnaðinn sjálf. Já, þá veit það enginn nema við. Nice. Hér er spá sem ég ekki alveg eins viss með. Okay. Þegar ég hélt þetta væri að fara að gerast í kringum miðjuna á núna líðandi ári. Okay. Og ég veit að þú hefur mikla trú á því eitthvað svona gerist. Það er að Google mun leiða í framförum með einhverju nýju modality. Það er að segja að þeir muni baka inn í mállíkan einhverja nýja tegundagögnum. Það er að segja að mállíkanið muni geta gert myndbönd eða gera hljóð eða eitthvað svoleiðis. Að því eins og staðan í dag þá er VO3 inn í Gemini. Það er annað líkan sem að talar við Gemini 3 en er ekki sama líkan. Það var fyrir svona 2 árum sem sagt, það var bara byrjun árs. Það var eiginlega 4 år sem að kom út fyrir eiginlega 2 árum þar sem að þeir sýndu okkur, án þess að gefa okkur aðgangaði, en þeir sýndu okkur líkanið, sama mállíkan að búa til myndir natively, það er að segja, já. Þannig að ég held að eitthvað nýtt svoleiðis muni gerast og ég held að Google verði fyrstur að leiða. Það verður þá eitthvað svona eins og tenging við VO eða hvað heitir það? Tenging við Genie 3 eða eitthvað af þessum líkunum sem eru að framleiða output á annan hátt. Já. Og þú vilt sjá nýtt modality í output eða virkar input jafn mikið? Ef að líkanið skilur myndbönd? Já, það gerir það nú þegar, að vissu leyti. Af því að þeir eru svona svolítið, eins og ég skilja allavega, þeir eru svolítið búin að búa til millistikki. Þeir held ég transkriba hljóðið, gefa aðgang að textanum og timestamps og gefa aðgang á myndum og timestamps og þá á vissan hátt hagar það sér eins og að sjá myndbönd. Einmitt. Að ég meina, hvað eru myndbönd annað heldur en samansafn og fullt af myndum og hljóði. Og þá spyr maður sér, skilur, hvernig myndi það líta öðruvísi út ef það væri að horfa á myndbönd versus. Ég á mjög erfitt með að ímynda mér bara nýtt modality. Og þetta er svona eins og að ímynda sér nýjan lit fyrir mér, sko. Bara hver væri fítusinn sem að kæmi með því. En ég meina, ef þú væri með til dæmis output á formi heims sem þú getur spilað í, eins og í Genie 3. En þarf language model í það? Ég held að þetta verði eins og nýr útlimur á mállíkanið. Það er að segja að þetta muni vera tengt saman á einhvern nýjan hátt. Alveg eins og það var eins og nýr útlimur þegar að líkanin fór að geta tekið inn myndir og fór að geta sett út myndir. Að þá var þetta eitthvað sem að þið tengdu inn eftir á en þjálfuðu saman. Já, smá stuttur tangent. Vissirðu að mörg robotics fyrirtæki eru að búa til multimodal mállíkun sem að stýra útlimunum á vélmennunum. Ég var búinn að sjá, held ég var ekki Figure AI með Helix lausnina sína, þá voru þeir með 1 tauganett að stýra 2 vélmennum samtímis og láta það vinna saman. Já. Mjög cool. Ótrúlega cool. Þannig að nýtt modality geti jafnvel verið bara bókstaflega útlimir. Já. Sem að það stýrir. Mállíkan sem tengir við ryksugvélmennið eða eitthvað. Samt, þú veist. Já, ekki. Það væri ekkert endilega miklu betra. Nei, en kannski næs upp á bara að forðast hluti á gólfinu eða að þarna. Einmitt. Já, eða vita hvenær það búa hreinsu nógu vel. Já. Spennandi. En ég held að vera eitthvað nýtt modality. Ég er mjög spenntur fyrir því, en ég er ekki alveg sannfærður að þetta muni vera. Nei.
Ok, hérna smá samfélagslegt. Ég held að við séum að fara að sjá nýjan samfélagsmiðl. Telst ekki eins og Meta Vibes og OpenAI Sora appið sem nýr samfélagsmiðl? Þú veist, jú, alveg þannig séð sko. Okay. En ég hérna að tala ákveðna tegunda samfélagsmiðli let's go. Sem verður bara fyrir nánasta hringiðinn. Þannig að þú ert að fara að búa til eins og close friends nema það verður samfélagsmiðl og þetta til þess að losna við allt AI sloppið og alla botana. Já, ok, áhugavert. Maður velti fyrir sig hvernig myndi svona business modeli vera fyrir þetta, hvernig ætlar að tekið þetta og hvernig... Já, spennandi. Það er ekki mitt að finna út. Nei. En ok, samfélagsmiðl í rauninni til að leysa svolítið sloppvandamálið og gera fólki kleift að eiga samskipti sína milli án þess að blanda því alls saman. Já, ein útfærsla að hafa þetta bara fyrir nánasta hringinn. Ég ákvað að gera þrengja þetta til þess að spá mín væri ekki bara eitthvað nýr samfélagsmiðl. En það gæti líka verið eitthvað svona mjög robust verification system þar sem allir þurfa að koma undir nafni. En væri þetta öðruvísi eins og bara WhatsApp? Sem er bara náttúrulega með chatgrúpur sem að þú bara algjörlega stjórna sjálfur og eiginlega ekki neitt annað content. Þarna komum við inn á sko samfélagsmiðl og samskiptamiðl. Já, ok. Þannig að ég held að það sé samfélagsmiðl, þetta er svona Instagram nema það er bara pláss fyrir 50 manns í hvernig einasta hring. Instagram mínus tekjurnar og Nei, ok, ég er mjög spenntur. Ég hlakka til að sjá hvort þetta reynist það. Af því ég sé í þessu ákveðna, ég sé að þú ert að líta á vandamálið sem AI sloppi er. Af því að þetta er að gera samfélagsmiðla ótrúlega fráhrindandi og þú ert að leggja til að lausnin verða á formi nýrra samfélagsmiðla frekar heldur en að þessi samfélagsmiðla mun laga og ég held að það sé alveg ágætt take en ég hlakka allavega til að sjá hver birtingarmyndin verður af því að ég held að núverandi nálgun sé ekki sjálfbær. Nei, ég held að bara þessir samfélagsmiðlar sem eru bara vinsælast í dag séu bara að byrja þeir að deyja hægum dauðdaga. Maður finnur að það eitthvað smá svona búin að vera undanfarin ár, smá svona vibe breyting þú veist, og þegar við til dæmis fórum inn á nýju Facebook síðuna hjá fyrirtækinu, þar sem við erum ekki búin að followa fólk og adda fólki og eitthvað svona, að þá fann maður bara hvað defaultið var mikið rusl. Og það er svona eins og þeir séu smá búin að missa sín á góðri notenda upplifun. Já. Þannig að þetta er mín spá fyrir hvað mun taka við þar. Ok, næsta spá. ChatGPT mun innleiða einhverja gerða auglýsingum sem tengjast því sem notandinn hefur rætt. Það er að segja að þú munt fá auglýsingar inn í ChatGPT út frá því sem þú hefur sagt við ChatGPT og ég held að fólk eigi eftir að bregðast mjög illa við því. Þeir tóku fyrstu skrefin með ChatGPT Pulse. Þar sem að þeir gáfu fólki svona morgun, svona newsletter hálfgert eða svona samantekt þar sem að gervigreindin búin að vera svona að malla eins í bakgrunnum og segja hei, vissirðu að því að þú hefur áhuga hérna á drónum að það er að fara að koma nýr dróni eða vissirðu eitthvað svona og ég held að þetta smám saman eftir að verða hei, þú varst að tala um að vera að leita að nýjum heyrnartólum, vissirðu að Sony er með tilboð hérna inn á þessari síðu og ég held að þeir eru eftir að reyna að byrja að tekjuvæða business model að þennan hátt. Þeir eru búin að vera að gefa þetta í skinn og það er búin að vera í aðeins og ræða þetta mjög lengi. Ég held að þetta veri árið það sem að þetta gerist. Ég myndi segja að þessi spá væri out there af því að þetta fer svolítið myndi ég halda eftir fjárhagsstöðu ChatGPT á árinu. Hversu vel gengur þeim að tekjuvæða. Hversu stóra mínus þeir verði menna. Já, hvort þær þurfa að grípa til svokallara örþrefaráða. Og ég held að þetta sé eitt af því að hingað til hafa þeir sko verið með eins og skilaboð þegar þau gáðu út hérna shopping featuresinn þar sem Bandaríkjamenn gátu byrjað að versla í gegnum ChatGPT. Þú getur það líka, þetta er bara ekki á tímaáskrift. Já, ok. Ég geti þetta á einstaklingáskriftunum minni. Ég mitt hélt líka að þetta væri ekki komið en svo fattaði að þetta var bara ekki á okkar. En það kom alltaf að byrja með bara í Bandaríkjunum fyrstu alltaf 2 mánuðina. En þá sögðu þeir alltaf sko ChatGPT er ekki að selja auglýsingar eða eitthvað slíkt. Það kom alltaf einhver svona disclaimer. Hann tók samt aldrei fram mun aldrei eða mun ekki. Þetta var, þau pössuðu það alveg að það er opið. Sko, ég held að
fyrstu birtingamyndir af þessu munu vera rosalega svona meinlausar. Ég held að þeir eru eftir að fara svo ógeðslega varlega af því að þeir eru hræddir við viðbrögðin og eigi eftir fyrst að setja þetta fram á hátt þar sem að þetta virkar eins og bætt notendaupplifun, þar sem þetta er bara eitthvað, hei, ég veit þú ert búin að pæla við þessu og þessu og þessu, hér er lausnin á vandamálinu og svo eigi eftir að vera svona eins og referral program, þar sem að, þú veist, ef að ChatGPT áframsendir á ákveðna vöru á Amazon, þá mun Amazon greiða þeim einhverja smá prósentu. Ég get keypt það og mér finnst það svo sem allt í lagi, af því að þessi referral program hafa verið til mjög lengi og þau auka ekki verðið per se, sko, eða þú ert ekki að kaupa þetta dýrara heldur en einhver sem finnur þetta bara á Amazon. Heldur er bara ChatGPT að fá smá prósent af ágóðanum. Það góða við einmitt líka Amazon er að það er mikil samkeppni inn á Amazon. Það er ekki eins og að senda það á Nike þegar þú ert að leita skóm, þar sem að sama fyrirtæki fær alltaf ágóðan. Heldur gæti að valið hvaða skó sem er og sendi á Amazon. Þetta má svona ekki vera þannig fyrir mér allavega að ég segi, hæ, ég er að leita myndavél og ChatGPT segir, já, þú ert að kaupa þessa myndavél, kauptu þessa, hún er langbest. Viltu ég alveg ekki hafa það svoleiðis? Já, þetta má meira vera, heyrðu, ég er að leita myndavél og hún kemur með bara hreinskilið út frá þjálfun og því sem er sagt á netinu, bara hvað er góð myndavél fyrir mig. Já. Og svo taka smá kredit fyrir að því að þeir setja ChatGPT svona kredit. Taka smá kredit fyrir að ef ég vesla þá, ef ég vesla ekki, að þá mega þeir senda mér seinna, heyrðu, vissur það er afsláttur þessari myndavél fyrir Black Friday, eða vissur þetta hérna. Benda mér seinna. Einmitt, eins og ég segi, ég held að þeir eftir að fara rosalega varlega þegar ég eftir að gera þetta á eitthvað svona hátt sem að fólk tekur ekki illa og svo á þetta mögulega eftir að svona einhvern veginn að þróast út í eitthvað sem að verður leiðilegra. Einmitt. Og kannski verður þetta bara fyrir þá sem borga ekki neitt eða eitthvað. Til að byrja með, en mjög spennandi að sjá hvernig þetta verður, af því að þetta, ég held að margir myndu hætta strax að nota ChatGPT ef að þeir hefði ekki lengur trú að þetta væri svona tiltölulega hlutlaust. Nei, bara um leið og að kemur einhver meðvitaði bias í svörin, að þá á fólk bara mjög erfitt með að sætta sig. Þetta er svissi yfir einhvern annan og ég held að öll fyrirtækin vilja gera þetta, en enginn þorir að vera fyrstur. Að sjálfsögðu ekki. Sko, atvinnuleysi mun minnka á árinu 2026, tækni í heiminum. Í Bandaríkjunum, á Íslandi? Segjum í Bandaríkjunum, af því að maður fær oftar tölur það. Já, þar er atvinnuleysi búið að vera aukast og þú heldur þetta að vera viðsnúningur? Ég held að vera viðsnúningur í tækni heiminum. Þessi forritarar sem eru ekki búin að vera að fá störf og eitthvað svona undanfæra ár eru allt í einu að fara að fá þessi störf. Og ráðningum hjá stórum tæknifyrirtækjum mun aukast. Þeim mun fjölga. Og fyrirtæki sem að voru búin að bíða með að ráða fullt af fólki eða láta fullt af fólki fara munu fá bakþanga og átta sig á því að þau voru ekki orðin nógu þroskuð til þess að innleiða gervigreind í alla ferla og byrja að ráða fólk sem getur hjálpað þeim að innleiða gervigreind í ferlana sem að þeim mistókst að innleiða í. Það verður spennandi að sjá. Þetta er mjög mælanlegt og það bara ertu búist við því að í lok næsta árs verði atvinnuleysi minna en í lok þessa árs eða bara að það muni vera eitthvað smá dropp og svo kannski fara aftur upp en allavega það sé dropp framöndan? Ég vil alltaf segja það sé dropp framöndan í atvinnuleysi. Eitthvað sem verður sýnilegt í gröfunum? Já, í tæknigeiranum sérstaklega og það sem ég bara upplifa frá fullt af fyrirtækjum, bæði sko í fréttum sem ég lesa utan og bara fólki sem ég tala við hérna á Íslandi er að það eru allir að díla við það að þau viti ekki hvernig þau að koma gervigreindinni inn í hlutina hjá sér. Trúa að þetta verður stórt þing, en bara hvað á ég satt að gera? Já, og það er eitthvað sem ég held að hafi gerst mjög mikið. Það er mikið talað um það að svona junior level forritarar hafi ekki verið mikið ráðnir á þessu ári. Að því að fólk var að hugsa, erum við ekki bara að fara að efla alla sem við erum nú þegar með og nota gervigreindina og allt þetta. Og svo eru þau að sjá bara núna Við þurfum að fjárfesta í talent. Við þurfum að fjárfesta í talent til þess að geta gert það. Þannig að það er allir að díla svolítið við sömu vandamálin núna, þau veit ekki hvað þau að byrja eða komast í næsta skref. Já, og ef einhver frá einhverju fyrirtæki er að hlusta núna og þeir eru í þessum sporum, heyriði okkur. Við erum akkurat að hjálpa fyrirtækjum með það. Við erum að hjálpa fyrirtækjum í þessari stöðu. En góð spá. Ekki? Jú, og ég hlakka til að fylgjast með þessu tiltekna trendi. Af því að það er svona svolítið vænting eins og staðan er núna er að þetta muni
halda áfram að versna. Já. Það er svona vil ég bara svona gefa það samhengi til þeirra sem að kannski vita ekki að það er búið að vera aukning í atvinnuleysi í tæknigeiranum og fólk býst við að versni eftir því sem gervigreindi verður betri. Þannig að þetta er gott take. Ég er að fara á móti straumnum hérna. Já, þetta er hot take. Hot take. Herru, nú kemur næsta spá frá mér og þetta er smá hot take. Þetta mun vera svolítið óvænt fyrir mörgum. Ég ætla að segja Meta mun gefa út nýtt mállíkan sem verður betra en Gemini 3 Pro en mun ekki vera það besta sem er í boði á þeim tíma samt. Okay. Þannig að seinna á þessu ári mun þeir gefa út líkan sem verður betra en það sem er best í lok þess árs. Verður það open source? Llama 5. Já. Það er enda stór spurning. Hvort að því að hugmyndin hjá rosalega mörgum varandi open source er að fyrirtæki sem er að gefa út open source er að því þar til að þau eru með eitthvað svona hvað kallar maður, eitthvað flagship, eitthvað svona frontier model og þá allt í einu lokaru af því að þá ertu farin actually að keppa og vilt geta greitt peningaði. Ég ætla að segja það svona ef þeir eru meira en svona ef þeir eru meira en 6 mánuðum eftir á þá munu þeir gera open source, annars ekki. Það er mitt take. Mér finnst þetta gott take og ég er ógeðslega spenntur að sjá hvað Meta gerir á árinu 2026. Við höfum tekið þátt það hvernig þau eru búin að vera að sanka að sér sérfræðingum frá öðrum fyrirtækjum og núna það held í þætti 5 svona gervigreindarfréttir. Já, og núna eru þau komið með bara Avengers gervigreindarnar. Þú veist, þau eru bara með Iron Man og Hulk bara komnir í hring saman, sko. Þannig að það þarf eitthvað að koma frá þeim, sko. Já, einmitt. Ég líst vel á það. Okay. Þannig að þú ert sammála? Ég er sammála. Okay. Og ég held að það séu líka geggjaðir hluti frá Meta að fara að koma í áframhaldi af þessum SAM-módelum, segment anything módelum. Já, ég ætla ekki að fara djúpt ofan í þau, en þau eru geggjuð. Það var alveg gaman að taka þau fyrir einhvern tíma seinna. Já, algjörlega. Svona önnur heldur en mállíkun. Ég ræddi þetta náttúrulega örlítið heldur með henni Möllu. Já. En kannski tökum við fyrir einhvern veginn svona óhefbundin gervigreindarlíkun. Það er að segja eitthvað annað en mállíkun. Já. Þú ræddir þetta við málfrið í þætti sem á eftir að koma út, þannig að bíðið spennt. Einmitt. Og ég kannski líka teka fram að ef einhverju vilja heyra þennan þátt, ef einhver líst vel á einhverju hluti sem við erum að tísa eða rétt að snerta, láta okkur vita. Það er ekki mörg komment, það er mjög auðvelt að láta okkur sjá það sem að þið hafið að segja. Þannig að ef þið hafið áhuga á einhverjum ákveðnu þætti, þá er núna besti tíminn til þess að leyfa okkur að heyra það. Já, við lesum öll komment á öllum miðlum. Við gerum það eins og staðan er í dag allavega. En á morgun munir hrynja inn 3000 komment, þannig að það væri bara draumur. Það væri draumur. Ég myndi lesa það líka. Ok, ég ætla að koma með eitt take hérna. Á árinu mun koma í ljós eitthvað sem að fólk verður svona misánægt með. Að TikTok er búið að vera að AB-testa persónlegt AI-efni fyrir hverja og eina mannesku. Þeir að herma eftir Sora nema að gera, nema að þetta verður ekki tilbúið AI-myndband, bara frá grunni, heldur mismunandi variations af sömu klippu eða sama myndbandinu, með öðruvísi texta, kannski annarri tónlist, öðruvísi litum. Þannig að þeir ætla að bjóðast, þeir munu svona hafa valkostin að optimæsa myndband fyrir þig. Já, þannig að ef við sjáum hérna sömu klippuna, þar sem kannski verið að tala bara sama dansinn. Nei, ef ég og þú erum að skrolla og nú ert þú mun dýpri í orkumálum heldur en ég til dæmis, hafandi starfað í orkugeiranum og það kemur allt í einu bara eitthvað svona nýtt myndband vindmyllur. Að þá gæti ég fengið þetta myndband styttra heldur en þú. Mínus orkuhlutin og ég fæ það mínus kannski open source forrituna hlutin. Nei, en þú veist, ég fæ 8 sekúndna klippu og þú fær mínútu klippu af því að retentionið þitt væri meira á þessu myndbandi heldur en hjá mér. Þannig ég held að þau séu farin að á árinu TikTok specifically eða bara einhver mun gera þetta? Ég ætla að segja TikTok specifically, af því ef einhver þá þau, sko. Já. Spennandi. Þannig að ég held að við munum sjá persónlegt content sem verður til að byrja með
verðum við ekki meðvituð um það. Já, en mun það gefa kreatorunum leyfi til þess að virkja þetta eða ekki? Heldur að muni prófa þetta án leyfis? Ég held að muni prófa þetta án leyfis. Oh boy. Og það muni koma í ljós seinna. Já, ok. Þú ert að spá skandal. Já. Nei, mér langar bara að hafa spátna mína juicy. Já, og svo kemur sko klippa af einhverjum pólitíkus eða segja eitthvað og það klippir út og ekki tekur úr samhengi og bara svona þetta það sem hann hefði viljað heyra frá þessum pólitíkus. Nei, en ég vil taka það fram í þessum spám, þá ég að reyna að vera viljandi svolítið svona on point til þess að ef þetta gerist ekki, þá get ég sagt, já, þetta var bara mjög ábyrg spá og ef þetta gerist, þá ég bara, ég vissi það. Já. Ég veit, þú munt fagna mikið og annars myndi vera bara, já, við vissum alveg að þetta myndi ekki gerast. Já, ég sagði þetta í svona flippi. Já, en ok, næsta spá. Nú var búið að koma, ég veit ekki hvort við höfum nefnt það í einhverju þætti, en Apple gera samning við Google að þeir myndu geta nota Gemini í Apple Intelligence eða í Siri eða eitthvað svoleiðis. Ég spáði að þetta komi ekki fyrr en í þriðja fjórðungi í fyrsta lagi. Ég held þetta komi fyrir lok árs en alls ekki núna í fyrir hlut árs. Já, þetta svolítið ábyrg spá vegna þess að þau voru búin að segjast alltaf launsaðis í vor. Þannig að... En Apple voru líka búin að lofa alls konar með Apple Intelligence. Ég veit það, ég bara segja fyrir hlustendur sko, að það að segja að þetta komi í seinni hluta árs að segja í rauninni að Apple muni aftur senka þessu, aftur ekki standa við lofa. Ég held að það sé nefnilega algjörlega svona, hvað segir maður, in character fyrir Apple að gera þetta. Ég búinn að sjá að stuðullin á Tim Cook verði látin fara á árinu búinn að hækka upp í 20%. Hann ekki búinn að segja upp? Ætlar hann ekki að hætta? Það staðfest það? Nú spurning. Ég allavega var búinn að sjá eitthvað í þáttina fyrir einhverjum vikum að hann væri sennilega að hætta og að margir framkvæmdastjórar væri að elda hann. Ok. Já, það eitthvað sem bendir til þess að hann mögulega að fara á árinu 2026 en greinendur halda að hann muni allavega að fara í gegnum 2027. Ok. Þannig að það make a sense með stuðulinn sem ég las að þessi 20% líkur hann hætti 2026. Kannski ef ég verið að sjá einhverja falsfréttir. Kannski, eitthvað sem að TikTok klippti saman fyrir þig. Ég veit. Þetta náskylt einu sem ég var með sem að ég laði dettur smá út sem að var bara að Siri og Apple Intelligence mun verða raunverulega gott og nótæft eftir að tengingin við Gemini verður komin á. Ok. Og það eitthvað sem að þú munt nota reglulega? Já. Okay. Það að leið að þetta komið að þá held ég að þetta verði allt miklu meira smooth sailing sko. Já. Það alltaf, þeir eru búin að í rauninni sitja svolítið lága væntingar með öllu sem þeir hafa gert so far. Já, bara Siri að drasl. Já. Siri að drasl. Já. Það er þarna, svo sem ekki hot take, en það er margir sammála og mitt take eiginlega það, sko, þetta fínasta lausn, þetta bara ekki að reyna að vera gervigreind á sama hátt og við erum vön, þetta ekki að reyna að gera það sem að fólk að búast við henni, en fyrir það sem akkurat þann tilgang sem þetta hefur alltaf þjónað og að þjóna, það finnst mér að gera það bara frekar vel. Ég ósammála, þetta gera allt illa. Á ég að segja sögu, mamma mín vaknaði daginn og ég vona að sé í lagi hennar vegna ég sé að segja þessu hug. Hún vaknaði síðasta sumar með missed call frá alls konar fólki og hún var bara eitthvað, fór að ringja tilbaka og þetta var bara svona nágranninn okkar og einhver maður sem var með í skóla og bara eitthvað svona fólk sem hún ringir aldrei í sko. Og þau voru öll á því að hún hefði verið að ringja í þau. Og miðjanótt og þau voru öll bara, sko, nágrann okkar var bara, hvað Bryndís nágrann að ringi mig 4 nótt og þá kemur í ljós að hún var sannst búin að kaupa sér ný JBL earbuds sem hún sofnaði með og það var svona Siri-takki á þeim þannig að þegar hún lá á ákveðinni hlið að þá aktiveraði Siri og þegar hún sagði ekki neitt Siri segir eitthvað svona, what can I help you with? Og hún svarar engu en það kemur kannski svona smá skruð í koddanum eða bara hrotur eða eitthvað að þá er hún bara, geggjað, calling nágranni og hún vaknaði ekki við það þannig að síminn var bara alla nóttina að hringja bara í mismunandi fólk hringdi langaða minn og bara alls konar
Og ég þurfti að því að hún alltaf ekki að lendi þessu aftur þannig að ég þurfti bara að gera það sem að hver einasta heilvita manneskja hefði gert og slökk á Apple Intelligence sem eitthvað sem ég er búin að vera með slökkt á síðan að ég bara... Já, lausnin að slökka á græjunni en ekki að fara ekki að sofa með heyrnartól. Ég get ekki sagt að þegar lausnin að slökka á græjunni að þessi lausn sé góð fyrir það sem hún sko. Nei. En, ok. Hvað áttu margar eftir? Ég á nefnilega 2 eftir. Ég held, já, ég er með eitthvað svipað. Ok. Ég lagt svo til að segja þær síðustu, sko. Ok. Ég ætla kannski að svissa aðeins út úr röðinni. Mér langar að taka eitt aðeins öðruvísi. Ok. Ég ætla að segja að það verði ég er með 4 benchmarks sem ég held að verði saturated eða í rauninni muni hætt að vera gagnleg fyrir lok ársins. Þetta svo sem ekki hot take, ég held að segja ágætlega fyrir sjálflegt. Ég ætla að segja Arc AGI 2, Simple Bench, það sem heitast af þessum takeum Frontier Math, erfiðasta stærðfræðiprófið, ég held að það muni rétt svo ekki þrauka árið. Okay. Ég held að sé 40% í dag og ég hef á tilfinningunni að það sé að fara að stökkva hratt upp. Erum við ekki að horfa á eitthvað sem saturated þegar það er komið svona yfir 80% og stökkin eru búin að vera svona í kringum 10-15%? Sko, það er misjafnt þetta prófum. Það er eiginlega mest með relevant þegar að fólk hættir að horfa á þessa mælikvarða. Þegar það er hætt að segja þér eitthvað. Já. Þú kannski útskýra aðeins fyrir fólki sem veit ekki hvað þýðir þegar að benchmark eða mælikvarði verður saturated. Já, þegar að þú mettar mælikvarða á gervigreind, þá er þetta spurningum, sko, og viðlíkingi sem ég finnst alltaf gott að nota, er bara svo að ef þú ert með 2 nemendur og þú ætlar að dæma hvor þeirra er klárari, þú veist, með einhverju prófi, og gefa einn prófið og ef einn fær 7 og einn fær 4, þá er rosalega skýrt fyrir þér hvor er allavega betri í því sem þú ert að testa. En ef að báðir fá 10, þá er rosalega erfitt fyrir það að segja hvor er klárari af því að það er ekki lengur gagnlegar upplýsingar að koma út úr þessu prófi. Þá þarf það að búa til erfiðara próf og undanfarin ár þá er alltaf verið að búa til erfiðari próf til þess að testa, ok, þau eru bæði nógu góð í þessu, hvað er næst erfiða og þetta Frontier Math er það erfitt stærðfræðipróf að það er engin manneskja á jörðinni sem getur náð einu sinni 5% af þessu prófi. Það eru örfáir sem getur leyst kannski 1-2 spurningar á einhverjum dögum eða vikum, en það er bara svona eiginlega theoretically. Þetta er bara fáránlega erfiða spurningar sem að tók sérfræðinga doktora á þröngu sviði stærðfræðina bara til að semja hverja eina spurningu og þeir geraði margir í sikru lagi. Þetta er bara eitthvað svona out there. Galið og meira þess að það nefna 5% er sko allt og mikið af því að það er fleiri en 100 spurningar í þessu prófi. Já. Þannig að það geta svarað 1 eða 2 skila sér í svona 0,1 til 1. Já. En svo líka SweBench Verified. Já. Ég held að það þurfi eitthvað nýtt software, engineering test, eins og Horizons mælikvarðin hjá Epoch. En væri ekki bara SweBench Verified 2? Að því að sko... Jú, og svo náttúrulega sáum við að það voru 100 variations af SweBench Verified, við veitum ekkert hvað er hvað. Nei, að því að sko SweBench Verified er rosalega opið benchmark, eins og ég skil það. Já, en ég allavega held að þetta sem er búið að vera notað þessu ári verði ekki notað út næsta ár. Já, mér finnst sturlað ef að Frontier Math yrði saturated. Já, það er eiginlega heitast af þessum sko. Simple Bench er svona bara allt í lagi að Það þýðir bara að á starffræði sviðinu séum við komin í super intelligence sko. Já, á vissan hátt, sem er narrow super intelligence. Já. Jeps. Þetta var svona eitt heitt take áður en að við förum í það mest juicy. Já, ef að sko ég á 2 inni. Ég á 2 inni eftir þetta líka. Ok, þá ætla ég að koma með 1 núna, ég ætla að geima uppáhaldið mitt þar til síðast. Ok. En það sem ég ætla að segja fyrst er að ég held að hugbúnaður mun í miklu meira mæli innleiða einhvers konar erindreka inn í verkferlana sína. Okay. Og að í ákveðnum geirum, svona sérstaklega svona framsæknum geirum eins og svona CRM og svoleiðislausnum, að þá munu hugbúnaður ekki vera samkeppnishæfur ef hann er ekki með erindreka. Ok, let's go. Þannig allavega í CRM, það er nokkuð specific að það muni bara erindreka vera allstaðar ef þú ætlar að vera relevant. Já, og þetta mun svona hægt og rólega smitast í aðra geira. Ok. Við munum sjá þetta á fleiri stöðum líka, þjónustu og eitthvað svoleiðis. Já. Mér finnst það ágætis pæling. Ég er ósammála. Ok.
bara því að ég held að út næsta ár mun ennþá vera svo margir sem vilja bara ekki sjá AI, vilja ekki fá þetta. Ég held að mögulega verði þetta caseið á einhverjum nísmörkuðum í Bandaríkjunum þar sem að það er bara volume og þú þarft bara fleiri símtöl eða fleiri e-mail eða eitthvað svoleiðis. Og þetta verður kannski líka tilfellið fyrir svona risana sem að eins og Facebook bara hafi ekki mannið til þess að svara öllum þegar það eru 4 milljarð notendur að biðja hjálp þá á gervigreind örugglega eftir að vera bara algjörlega nauðsynlegt til þess að geta sinnt þannig þjónustu. En ég held að það verði ennþá alveg ansi mikið af svona lausnum sem að nota ekki erindreka. Já, það gæti alveg verið. Ég held að setja með heitara tekið allavega hérna, það er svona aðeins ólíklegra þín megin. Ég held að þetta er stór spá. Þetta er stór spá nefnilega. Ég elska líka að vera í stóru orðunum. Sko. Ok, næst síðasta mín. Google á eftir að taka fram úr Anthropic í forritun. Það er að segja að Gemini mun vera betra í forritun á bara eiginlega alla mælanlega vegu heldur en Claude. Já. Það væri skellur fyrir Anthropic. Já. Það væri alveg... Ég held bara að Antigravity og Claude og Gemini CLI og það sem er svona að koma út frá þeim núna, ég held að þetta muni bara verða of stórt og gera það vinsæla að þeir muni hafa líka þjálfunargögnin og þeir eru bara með það góðan skrifþunga núna að ég held að Claude hafi svona svolítið verið að gefa sína seinustu spili sín með Opus 4.5 til þess að vera ennþá á toppinum og ég held að Gemini eigi ennþá svolítið mikið eftir hjá sér. Ég get alveg séð að gera. Sérstaklega sko ef að Gemini heldur bara áfram að vera best í öllu. Þá náttúrulega haldaðu, eða þá munu þau líka á endanum taka fram á forritun. En þeir voru eiginlega bestir í öllu núna nema forritun sem að Claude hefur verið alveg bara hérna. Já, bara sem betur fyrir sko. Einmitt. Já, ég get verið sammála þessu. Þá förum við í síðustu mína. Og það... Vilt þú taka alveg síðast? Ég er með eitt svona mátulega heitt, eða þú vilt enda á eitthvað svona hái? Já, þetta er... Já. Ok, hitt hérna tengist aðeins Claude á forritunu þessu. Ég ætla að spá í rauninni fyrir nýjum vöruflokki sem á eftir að rísa á þessu ári. Ég spái í rauninni lausnum eins og Claude Code nema fyrir non-forritara. Að þú verður með erindreka í tölvunniðinni að vinna með þér eða fyrir þig sem að ég held að Claude Code sé svona fyrsti þefurinn af svona AGI vibe af að gervigreind sem að er þarna að vinna með þér fyrir þig í þínum skjölum á þínu svæði og ég held að þetta á ekki eftir að vera orðið eitthvað bilaslega vinsælt en einmitt núna er engin svona lausn sem er góð sem að ég veit og ég held að þetta sé rétt handa við hornið. Ég held að þetta er eftir að vera svolítið nýja þingið á næsta ári. Ímyndaði þér að taka bara Claude Code og láta ennþá lifa í CLI-inu en það er bara user interface on á það. Þannig að notandinn þarf ekki einu svona að vita að þetta sé að lifa í CLI-inu og einmitt eins og þú segir, gefa því Vision, gefa því aðgang að því að taka skjáskot. Já, sko Vision, lyklaborð, mouse og mögulega svona sitt eigið desktop sem að vera svona hliðstætt. Það sem að það vera svona delegation svæði, það sem að svona, heyrðu, getur þú inn í þessu að meðan ég fer að vinna í öðru. Að það væri svona eða jafnvel eitthvað svona til þess að dokumenta eitthvað process, ég fer í gegnum eitthvað process, það rekordar og þá mun það seinna geta svona gert þetta sem svona næsta level af RPA. Já. Bónusspá, ég held að þetta sé 90% tilbúið hjá einhverju frontier fyrirtæki. Ég held að þetta er kortir í browserlausnum þeirra, nema bara ég held að þeir hafa verið hikandi við að hleypa sinni í tölvunni hjá fólki, en að því að Claude Code er svolítið búið að brjóta ísinn þar, þá held ég að þetta sé bara, ég held að það sé svo stutt í þetta. Ég held að það verði ekki geggjað samt fyrst, ég held að það verði lengi svolítið tregt. En ég held að á árunni að það muni þetta aukast í vinsældum. Ég held að þau muni líka vera mjög hikandi með að bjóða upp á flaggið sem þau eru að bjóða upp á núna sem er Dangerously Skip Permissions fyrir hinn almenna notanda. Og fyrir þá sem ekki vita hvað það er, þá er þetta leið til þess að gera Claude
kleift að gera hvað sem í tölvunniðinni, meira að segja eyða öllum skjölum ef að það byrjar að bulla eitthvað. Bara að deleta tölvunni, sko, bara deleta stýrikerfinu. Já, sem að gerðist fyrir eitt sem ég las á Reddit daginn. Eitt eða System 32 eða eitthvað. Já, það sem sagt það var að delete einhver skjali og það kláraði ekki línuna og það setti inn stjörnu og stjarna þýðir bara allt þannig að það bara ávið öll skjöl og það eyti bara öllum skjölum. Nice. Þannig að en þetta var svona seinasta heita spáin mín. Geggjuspá. Heyri, þá var það seinasta mín og það að ég held að það muni vera meira að gera hjá hönnuðum og skapandi fólki heldur en nokkur sinni áður. Ég held að það hafi aldrei verið jafn auðvelt fyrir hönnuð að fá vinnu og árið 2026. Wow. Hvernig munum við staðfesta þetta? Hvernig munum við svona, þurfum við bara að spyrja félaga þína sem eru í þessum málum? Ég geti þurft að bara hringja nokkuð símtöl og spyrja. Ef þessi félagi minn uppteknari á næsta ári. Það er mjög mikill bias í því að þeir eru allir á okkar aldri sem fyrir hvert ár, þeir eru allir á upplið. Þannig að verður einhver leið til þess að verða, eða verður þetta bara svona eitthvað sem á næsta ári þá tökum við svolítið væpið bara í lok ársins og metum bara reynum að finna leið. Við getum náttúrulega fundið einhverja svona bandaríska svona atvinnuleysistölur. Já, kannski eitthvað svona meðalhönnuð eða meðalgrafískra hönnuð eða eitthvað svo leiðis. Ég aðalega að hugsa grafíska hönnuði. Þannig að þú ert að hugsa sko atvinnuleysi eða tekjusköpun og við reynum að finna eitthvað til að styðja þetta. Við finnum örugglega einhvern mæli. En ertu sammála þessu? Á næsta ári? Nei, ég held ekki. Ég held að það verði meira keypt slíka þjónustu og ég held að það verði meira að fólk fái hönnun, jafnvel með hönnuð á bakviða. Þannig ég held að verði meira á kauphliðinni en ég held að það verði mjög bjagað að nokkrum listamönnum eða nokkrum hönnuðum sem að nota gervigreind alla leið. Ég held að það muni vera mjög margir sem að lagga upp seint á eftir meðal hönnuða sem muni ekki fá meira að gera af því að þeir verða þá annarkvort að bjóða þjónustunni sína það mikið ódýrara eða vera einhvern veginn að keppa við það sem nota gervigreind. En ég held að það verði meira keypt af þessari þjónustu en ég held að það verði færri að selja hana. Þannig að það er kannski svona hliðstæðspá með svona örlítið öðruvísi núansi. Þannig ég held að ég ekki eftir að koma sér vel fyrir alla hönnuði. En þeir sem að stökkva á vagnin eru með, þeir eiga held ég góðan séns í að vera virkari en nokkuð tíman áður. En það mun líta svolítið öðruvísi út og það þýðir held ég ekki lengur að ætla að gera hlutina á gamla veginn nema þú sért að stefna á að vera í þessu nísi sem verður human art einhvern tíman, sem að verður bara gert algjörlega án aðstoð gervigreindar á einhver tíma, þetta er kannski spá fyrir næsta áratug. Það verður flokkur af list sem verður non-AI art sem verður nýs. Já. Ef að taka einhverja hraða yfirferð á þessu eða? Já, endilega. Viltu laupa yfir? Það renni gegnum minn lista. Já. Og þetta er ekki sömu röð ég las þetta upp að því ég var svolítið að handvelja og ég man ekki alveg röðuna sem ég nefndi þetta. Ég spáði því að AI tónlist að fara að verða miklu stærri. Við hefum eftir að heyra fyrsta AI-lagið spilað í íslensku útvarpi og fólk undir tvítugt mun ekki finnast neitt sérstakur munur á því að hlusta á AI-tónlist og að hlusta á tónlist búna til að manneskju. Ég held að Google muni vera bestir á flestum sviðum og OpenAI fer að fókusa á aðra fítusa eins og tengingar og eitthvað slíkt. Sömuleiðis þá held ég að GPT apps verða mjög vinsæl og að á næsta ári munum við geta pantað pítsu í gegnum Dominos appið í ChatGPT. Hugbúnaður verður ekki samkeppnishæfur nema að vera með erindreka einhvers staðar inn í hugbúnaðinum sem getur gert hluti fyrir notendur. Við munum sjá glænýjan samfélagsmiðil sem að verður bara fyrir nánasta hringiðin til þess að losna við allt AI-ruslið sem að þarna. Atvinnuleysi mun minnka, ráðningum fjölga, fyrirtæki átta sig á því að gervigreindin þarf tíma til að þroskast og þau þurfa líka að geta þroskast með gervigreindinni. Það eftir að koma í ljós á árinu á TikTok er búið að vera að AB-testa persónlegt efni fyrir hverju og eina mannesku án þess að vera að láta fólk vita. Rosalegt teg. Já. Apple Intelligence og Siri munu verða góð og nothæf eftir tengingu við Gemini og uppfærslu og það munu vera meira að gera hjá hönnuðum og skapandi fólki heldur en nokkuð sinnum áður á árinu 2026. Nice. Hey takes. Þetta eru spár mínar fyrir 2026. Það mun
alls ekki hægja á framförum í gervigreind. Hraðinn á eftir að halda áfram að aukast. Það á eftir að koma út líkan sem að kosta meira en $1 milljard að þjálfa. Við munum geta keyrt líkan sem er jafn gott og besta líkan í dag í tölvu sem er hægt að kaupa út í verslun hérna á Íslandi. Google á eftir að leiða með einhverju nýrri típu af intaks- eða úttaksgögnum. ChatGPT mun byrja að auglýsa í þjónustunni sinni. Meta á eftir að vera með í gervigreindarleiknum aftur. Þeir eiga eftir að gefa út líkan sem er betra en besta líkan í dag, en það mun ekki vera best þegar það kemur út. Apple mun ekki innleiða nýja Gemini líkanið sitt á réttum tíma. Þeir verða of seinir. Ég held að Google á eftir að taka fram úr Anthropic í forritun og það eiga eftir að koma út lausnir eins og Claude Code fyrir non-forritara. Það er gervigreind sem að mun vera að stýra tölvunni þinni og vinna með þér í tölvunni. Svona að lokum, hvað heldurðu að margir í AI teiminu hjá Apple hafi fengið gott og huggulegt jólafrí? Úff, enginn. Ef ekki að segja þetta gott? Já. Love it.